Stjórnunarhættirnir hjá Kolibrí eru frábærir að því leytinu að við erum satt með skipulagskerfi sem heitir Holacracy sem að gengur út á það að auka sjálfræði og teymisræði og dreifa valdi innan fyrirtækisins. Þannig að það situr ekki bara á einhverjum fáum á einhverjum toppi og þannig getur maður brotið niður titla og alls konar hætti og í rauninni dreift valdinu sem ætti að fylgja einum titli niður á mikið af fólki. Það gengur líka mikið út á að við höfum okkar hlutverk innan fyrirtækisins en við getum líka sagt okkur úr hlutverkunum og tekið það að okkur eftir hvernig hentar og make sense. Og mikið gengur út á í rauninni að leysa spennur. Þannig að þegar koma upp spennur geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar og það er rosa mikið sem gengur út á að bara leysa spennur þannig á svona skilvirkan hátt. Skipulagið hjá Kolibrí þannig að allir einstaklingar eru með einhver ákveðin hlutverk og eru með mismörg hlutverk og það fer bara eftir hvað svona megin hlutverk maður er með, hvað maður getur tekið að sér annað. Ég er til dæmis teymisþjálfi þannig að ég vinn 50% sem teymisþjálfi og hef þá 50% tímans sem ég get nýtt í annað innan fyrirtækisins. En svo ef ég er til dæmis forritari sem var í megin hlutverkið mitt þá fer miklu meiri tími í það að vera forritari þannig að það er erfiðara að taka sér önnur hlutverk. Svo erum við með teymi, við erum með hlutverk og svo eru svona hringir sem er bara á einhverju leyti annað tungumáli við teymi en á öðru leyti líka eitthvað annað sem er í. Það getur verið nokkur teymi í einum hring, framkvæmd og stjórn væri til dæmis bara einn hringur og svona. Ákvarðanir hjá Kolibrí eru teknar þannig að hver einstaklingur og hvert teymi hafa í rauninni sitt ákvörðunarvald út frá hvaða hlutverki þau gegna eða þannig. Svo það er ekki einhver mannustjóri sem ákveður hvernig er best að vinna saman í teymi, heldur er teymið sem finnur út úr hérna er það sem við vitum að er til á netinu eða í bókum og við erum búin að skoða það og við vitum bara hvernig við erum sem einstaklingar og við vinnum svolítið út frá að teymi getur tekið bestar ákvarðanir fyrir sig og það sama gengur með einstaklinga í hlutverkum. Að við getum svolítið svona tekið ákvarðanir þar og svo erum við náttúrulega líka bara íslenskt fyrirtæki og við Íslendingar, við viljum fá svolítið svona samþykki og vinna saman og spyrja spurninga og passa við séum ekki að ángra neitt og mikið þannig að það er býr til rými fyrir bæði að maður svona getur alltaf spurt hvað finnst þér þetta, hvað finnst þér þetta en að lokum þá er það einstaklingsins eða hlutverksins að taka ákvarðanirnar. Já, það er mjög mikill sveigjanleiki í starfi hjá Kolibrí. Við bjóðum bæði upp á það að fólk geti unnið heima frá sér á auðveldan hátt. Við erum náttúrulega tæknifyrirtæki þannig að þú þarft í rauninni bara að hafa tölvu og internetsamband. Ég er mjög dugleg að mæta á morgnana á kaffihús og vinna þaðan. Það er svo mikið af frábæru fólki sem ég er að vinna með og ég enda svolítið mikið bara inn á kaffistofu að spjalla þannig að það er bara allra hagur að ég byrja morgnana mína á kaffihúsi og er bara ein og klára að vinna svolítið þar og kem síðan upp í vinnu. Og við höfum líka boðið upp á það, við erum oft með erlenda starfsmenn að þau geta farið heim til eða farið til útlanda eða þannig og við getum unnið þaðan. Þannig að það er mjög mikill sveigjanleiki þar. Já, hjá Kolibrí göngum við út frá því að eiga opin og hreinskilin og heiðarleg samskipti og það er bara æfing eins og eða sem maður segir ekki bara hér eru opin samskipti og þar með eru samskiptin opin. Við byrjum alla fundi á að gera sem við kallum check-in sem er í rauninni að förum við hring og það byrja allir fundin á því að tala hvernig líður út frá 4 svona grunntilfinningum sem er vera glaður, reiður, hræddur eða leiður. Og þegar við gerum þetta má enginn annar tala á meðan maður tjekkar inn og þú mátt ekki spyrja eða vitna í tjekkin hjá okkur með öðrum nema í rauninni að spyrja áður má ég vitna í þetta eða má ég spyrja út í það sem er. Þannig að við búum til alveg svona öruggt rými til þess að fá að bara vera í rauninni bara mannleg og tilfinningaverur og svoleiðis. Með því að byrja fundina á þessum tjekkinum þá brjótum við líka niður ákveðna hierarkíu sem getur myndast bara mjög eðlilega í starfsumhverfi af því að það hafa allir jafn mikið til borðsins að leggja
þegar við erum bara að tala tilfinningar okkar og ég get ekki sagt eitthvað rangt þar og leið og ég búin að tala einu sinni á fundi sem allir eru búin að fá að gera þá miklu auðveldara að leggja eitthvað til seinna á fundinum þannig búum við til rými þar sem allir eiga miklu auðveldara að taka þátt. Við höfum staðið starfsþróun hjá Kolibrí lengi með að bjóða upp á markþjálfun. Það eru bæði markþjálfar innanhús og svo hægt að fara út fyrir húsið í markþjálfun líka. Og svo höfum við líka lengi verið með svolítið sem við kallum úrvalstíma. Það eru cirka 4 tímar á viku og það er mismunandi hversu mikið það er nýtt og bara hvernig verkefnastaða er og svona. En úrvalstími gengur út á það að þú fær 4 tíma í hverri viku þar sem að þú getur nýtt þá í að læra það sem þú vilt læra eða einhvern veginn vinna því sem þú vilt vinna. Og þetta er nýst sérstaklega vel eins og meðal forritara sem að hafa einhvern veginn skipulagt að hittast reglulega á þessum 4 tímum, tala hvað þau vilja læra, setja sér markmið og svo færð þú bara einhvern veginn þitt svigrúm til þess að skoða það og það getur bæði verið forritar og tengt og svo getur líka verið bara, mig langar að læra núna á hjólabretti og af því að í grunninn þá er starfsþróun í rauninni, þú veist, líka bara það hjálpar alltaf einhvern veginn að bara læra og vera alltaf að læra eitthvað af því að í því að læra er svo mikið berskjöldun og berskjöldunin skilar sér í því að, þú veist, aukinni þrautseigju í starfi og einhvern veginn þannig. Hvað varðar heilsueflingu þá bjóðum við upp á heilsustyrki sem er bara svona líkamsræktarstyrkir eða þannig. Við erum líka með samgöngustyrk sem er kannski ekki beint heilsueflandi en það er svona hvatning til þess að sitja ekki í umferðinni á morgnana heldur að hjóla eða taka strætó. Og svo erum við bara almennt tölum við mikið um mataræði og svefn og við höfum oft fengið fyrirlestra inn þá sérstaklega eitthvað dreifingu á svefn og mataræði og það er eitthvað svona rosa þetta er alltaf einhvern veginn í umræðinni. Hvað varðar meðvitund streitu á vinnustaðnum er það ekki beint kannski samtalið streituna sjálfa heldur alltaf jákvæða sem getur gert í staðinn eins og að byrja að funda, að tjekka inn og við tölum mjög mikið um það að fá að koma með svona allt sjálft sig í vinnuna og vera ekki að skilja eitthvað eftir heima. Þannig að það er meira kannski svona fyrirbyggjandi jákvætt hvað getum við gert til þess að auka einhvern veginn svona sálfræðilegt öryggi á vinnustaðnum og það er einhvern veginn mikilvægt bara að því að þú veist, þú ætti að fá að koma með allar tilfinningar og líka að koma með allar lélegu hugmyndir með þínar og þú veist, við skilum ekki alltaf bestu vinnuna af okkur sem einstaklingar, þú veist, það er bara alls konar hlutir í gangi en ef þú ert með teymi sem styður í því og getur híft þau upp og einhvern veginn bætt ofan á þá verður vinnan alltaf svo ótrúlega góð þannig að streitan er kannski beint við tölum ekki mikið álag og streitu heldur meira svona hvernig búum við til rými þar sem að þegar álag og streita koma upp þá erum við þrautseig bæði sem einstaklingar á þessum teymi. Það sem ég standa upp úr í Kolibrí er að fá að mæta heil í vinnuna og mér finnst líka ótrúlega bara aðdáunarvert hvað þetta er framsækið fyrirtæki í því að tryggja það að við fáum að mæta heil í vinnuna og pröfa að skoða mismunandi aðferðir til þess að skipuleggja upp fyrirtæki og að þora að dreifa valdi og þora að gera mistök í því líka. Mér finnst það hafa einhvern veginn verið mjög sterkt einhvern veginn að fá að koma inn og fá að læra og vera ekki fullkominn og þurfa ekki að mæta, þú veist, á hverjum degi í vinnuna og með tilfinningunum að nú þurf ég að sanna mig og fá bara akkurat rými, þú veist, ég er hjá tæknifyrirtæki en ég hugsa ótrúlega illa fyrir framan tölvur þannig að ég fæ bara að teikna og setja upp og breyta veggjum og borðum í eitthvað annað til þess að skila af mér og það er ótrúlega magnað hvað er bara vel tekið á móti því og bara það að fá að ræða tilfinningar mínar á fundum, þú veist, ég byrja fundi bara grátandi og það er bara haldið rými fyrir það og búið til traust fyrir það og svo er mér líka traust fyrir að, þú veist, að fá að vinna sjálf úr tilfinningunni án þess að vera eitthvað greyjuð eða eitthvað þannig að því að maður er ekkert minni fyrir að væla smá og síðan bara halda áfram að skila vinnunni minni í staðan fyrir að vera einhvern veginn að, þú veist, passa að halda einhverju inn í mér og þar alveg eða þú veist, það er bara allt leikritið í kringu það, fá ekki að vera heill.